Við fjöllum hamingjuna í kvöld, eða öllu heldur hvað það sem gerir okkur hamingjusöm. Hamingjuna að finna í klósettsetu sem fer hægt niður eða ómagíóvasa sem allir vildu eiga hér árið. Eftir því sem jöfnuður meiri milli fólks því hamingjusamara það í raun. Það ef þeir efnaminni eiga auðveldara með að bera sig saman við þá efnameiri, þeim mun hamingjusamari eru þeir. Þetta kemur fram í nýlegri rannsókn sem samstarfsverkefni Sálfræðideilda Háskóla Íslands og Háskólans í Sussex og styrkt var af Rannís. En við byrjum á hamingjunni. Kastljós hitti Rögnu Benediktu Garðarsdóttur félagssálfræðing sem hefur kafað í hamingjufræðin undanfarið. Aðeins fleiri millur í lánamói. Nota tónin til að segra voice. Svo við tökum dæmi það hvernig eitthvað sem að telst vera lúxus en reyndar kemur líka í veg fyrir slysahættu. Steindi Junior benti svo vel á þetta í áramótaskaupinu í hittifyrra. Þegar hann ber saman klósettsetur, önnur skellur niður og pirrandi fyrir augljóslega í taugarnar á honum, en síðan hann búinn að verða sér út lán og hann á hús þar sem að klósettsetan fer hægt niður. Þetta þá hann búinn að ná einhverjum status efnislega sem að gerir hann hamingjusamari og svo syndir hann í peningum og lúxus. Við nefnum þetta stundum svona afstæðan skort. Við vissum ekki okkur vantaði eitthvað fyrir en einhver annar eignaðist það. Þegar eitthvað hafði ekki verið framleitt eða búið til, þá vissum við ekki okkur vantaði það. Eins og þetta með klósettsetuna og meðan þær voru allar svona skella niður, þá vissum við ekki að það gæti verið til eitthvað betra. Fræga dæmi náttúrulega ómagíóvasinn. Sko, þetta í alvörunni vasi sem notað til þess að setja blóm í. En af hverju honum allt í einu falinn einhver galdramáttur sem átt að gera líf fólks, ég veit það ekki, vera einhvers konar symbol það að fólk tilheyri ákveðnum þjóðfélagshópi eða vera einhvers konar hamingjuvasi, ég veit ekki hvað hann hefur átt að geta gert fyrir fólk. Við erum alltaf að bera okkur saman við eitthvað nýtt og flottara og betra og meðan við gerum það, þá náum við náttúrulega aldrei sátt. Og samanburðurinn allstaðar, til dæmis á samfélagsmiðlum. Þar birtast oftast jákvæðar stöðufærslur og myndir af fólki sem deilir eingöngu broti úr lífi sínu. Dönsk rannsókn sýndi árið 2015 fram á að þeir sem væru ekki á Facebook væru hamingjusamari en þeir sem voru þar. 80% þeirra sem voru á Facebook sögðust hamingjusamir en 88% þeirra sem notuðu ekki Facebook. 25% Facebook notenda fundu til einmannakenndar en 16% þeirra sem ekki voru þar. 20% Facebook notenda fundu til reiði en aðeins 12% þeirra sem ekki notuðu Facebook. Og 54% Facebook notenda voru áhyggjufullir en 41% þeirra sem ekki voru þar. Sem sagt, fleiri Facebook notendur fundu til neikvæðra tilfinninga en þeir sem ekki notuðu miðilinn. En hvað veldur? Allir vita jú að lífið á Facebook ekki lífið eins og það í raun og veru. Og þessi brenglaði veruleiki getur reynst mörgum erfiður í samanburði. Þetta tengist ekki öfund, þetta ekki afbrýðissemi, þetta engin geðveiki, þetta bara manninum eðlislegt og það meiri sér rannsókn sem sýna að apar hafa sér þannig líka. Þeim finnst það óréttlátt að fá ekki svipuð tækifæri og aðrir fá. Og talandi apa, rannsókn sem hollenski vísindamaðurinn Frans de Waal stóð fyrir sýndi fram á að þeir eru ekkert öðruvísi en við þegar kemur að erfiðum samanburði. Og hann reyndi að umbyrna tveimur öpum á mjög ólíka vegu, þeir áttu báðir að gera það sama, rétta rannsakandanum steinvölu. Og þeir gerði það báðir rétt, kunnu að vinna sína vinnu. Annar fekk gúrku í verðlaun og hinn fekk vínber. Nú vínberinn var miklu sætar og betra á bragðið og eru miklu uppáhaldi hjá þessum öpum. Apinn til vinstri var sáttur við fyrsta agúrkubitann, þangað til hann sá apann til hægri fá vínber fyrir sama verkefni. Í annað skiptið þegar hann fær agúrku en ekki vínber, bregst hann svona við. Þegar apinn til hægri fær vínber fyrir sama verkefni, í annað skipti ákveður apinn til vinstri að skoða steinin betur, en hann fær bara agúrku fyrir. Og ekki stendur á viðbrögðum. Ef við yfirfærum þetta bara yfir á okkur mennina, þá okkur eðlislegt að bera okkur saman við aðra. Já, það gerist samstundis og þetta þekki allir foreldrar sem að eiga fleiri en eitt barn. Að börnin byrja að bera sig saman og vilja fá nákvæmlega jafn mikið á diskinn og nákvæmlega jafn mikið í glasið.
Ragna Benedikta sem dósent í félagssálfræði við Háskóla Íslands hefur rannsakað hamingjuna margra ára skeið og gerði rannsókn á því ásamt fleirum hvernig hamingja fólks breyttist í kjölfar hrunsins árunum 2010, 11 og 12. Það voru 2 hópar, sá hópur sem var með minni menntun og lægri tekjur, hann jók hamingju frá 2010 til 2012, eða hamingja þess hóps jókst á milli mælinga. Hinn hópurinn sem meira menntaður og með meiri tekjur, sá hópur minnkaði örlítið á milli mælinga, hamingja þess hóps minnkaði á milli mælinga. Í stað þess að vera mjög sundurleitur hópur með mjög ólíkar tekjur, eins og það sem gerist þegar tekju ójöfnuður mikill og hár, það svona dregur á milli hópa. Við vorum aftur orðin svona meira sameinuð þjóð, þar sem allir sita svolítið í sömu súpunni og þá ekki jafn erfitt fyrir þá tekjulægri að bera sig saman við þá tekjuhærri. Þannig að það sem getur gerst að þá aukist hamingja þeirra vegna þess að hlutfallslega hafa þau það ekki jafn skítt og þau höfðu áður. Ég myndi spá því að þessi hópur ætti, ef ég hefði getað fylgt honum eftir, væri aftur sem sagt að dvína í hamingju mælingum. Vegna þess að núna samanburðurinn aftur orðinn erfiðari, vegna þess að það góðari aftur að koma. Og þá viss hópur sem getur leyft sér hluti sem að hinn hópurinn getur ekki leyft sér og svo samanburður erfiður og það bara í eðli mannsins að bera sig saman við aðra. Hamingjan tengd peningum? Hamingjan tengd peningum upp á því marki að þeir sem eiga mjög lítið af peningum, þeir sem eru fátækir, þeir óhamingjusamari. En leið og þú hefur nóg að bíta og brenna, þá hver auka króna ekki að bæta við þína hamingju. Þá nærðu bara upp á einhverju þaki og þegar þú ert komin upp á ákveðnu þaki, þá peningar ekki að fara að bæta hamingju þína. Þá aðrir hlutir ef til að fara að bæta líðan. En hvað veitir okkur hamingju? Í vestrænum samfélögum sem orðin rík og hafa velferðarkerfi, menntakerfi og mörg tækifæri fyrir einstaklinga, það sem veitir okkur hamingju, það náin sambönd, það góð tengsl, það traust í samfélaginu, það hlutir eins og að finnast maður geta haft stjórn á eigin lífi. Þetta það sem skiptir mestu máli. Hvað gerir þig hamingjusaman? Vinir, fjölskylda, já. Ég held að sé bara fólkið mitt og bara að sé allt í lagi alls staðar. Heilsan. Kona mín. Hún veit þér hamingju? Já. Að fjölskyldan mín heilbrigð og fjölskyldan mín líða vel og gengur vel í lífinu, börnunum mínum, konunum mína og það held ég að sé það helsta svona, já. Hvað gerir þig hamingjusaman? Fjölskylda mín, góður matur, hlátur. Það er svo margt. Það er svo margt sem hægt að vera hamingjusamur yfir. Maður gleymir því bara stundum og maður þarf stundum að leita að henni, en hún alltaf stutt frá. Bara vinir mínir og bara það sem ég æfi. Hvað það? Ég æfi á píanó og ég í hljómsveit. Og það gerir þig hamingjusaman? Já, mjög. Ég óskaplega hamingjusamur því að ég get starfað ennþá. Það var einhvern tíma gamall spekingur sem sagði það að sumir leituðu hamingjunar í því sem ofar þeim en aðrir í því sem neðar þeim en hamingjan alltaf í sömu hæðum að sjálfur. Ég lifi eftir því, reyni það. Hvað gerir þig hamingjusaman? Bara að lifa lífinu. Það einfalt. Lífandi.